Herru, Rúna mæti hérna á Hlíðarenda tapi 2-1, fyrsta klassikarspurning, svona þín fyrstu viðbrögð. Bara gríðarleg vonbrigði og pirringur yfir að tapa leiknum. Hvað fannst þér, hvað þurftu að gera betur? Ekki mikið. Valsmenn fá 2 mörk á silfurfati frá okkur og ég hefði alveg verið til í að tapa leiknum ef þeir hefðu spilað sundur saman og skorað 2 góð mörk, en við erum að gefa þeim 2 mörk. Það sem er ein markspyrna yfir alla völlin og Oliver Svikkar áskallabolti tilbaka á markmann og Kenny missir á miðjunni og það er ein sent gegn og Patrik Pedersen leitur móti markmanni, þannig að það er ekki leiðin sem þú vilt tapa fótboltaleikinn. Við lokum á allt annað hjá Val og þeir eiga ekki mörg færi ef þeir eiga einhver. Áttu 1 skot í restina þegar við erum að tapa 2-1 og 5 mínútur eftir og allir komnir fram, en að öðru leyti þá höldum við þeim í skefjun og við sköpum fullt af svona tækifærum í fyrirhálfleik til að búa til færi og þeir geta örugglega sagt það sama, en mér er bara ósáttur við skorum ekki fyrirhálfleik og ósáttur við búum ekki til betri færi í fyrirhálfleik því að mér fannst við spila ágætlega með aðstæður, verjast mjög vel og þrátt fyrir það að voru svona opnanir hér og þar þá reddaðist alltaf. Voru undan vindinum í fyrirhálfleik, hefði viljað sjá okkur nýta það betur? Já, ég hefði viljað sjá okkur pressa það betur, en Valsmenn bara eru vel spilandi og þeir leysa þetta óbúslega vel og þú vilt heldur ekki fá þá hratt á þig og með fullt af plássi fyrir aftan vörnina, þannig að þetta var svona, ég var ekki ánægður með varnarvinnunni í fyrirhálfleik, en stundum er það bara þjálfaranum að kenna frekar eftir strákunum og planið sem við settum kannski virkaði ekki alveg, en hins vegar þá reistu þeir á við strákarnir og eins og segja, við byggum til nægum margir stöð til að skora allavega margt í fyrirhálfleik sem við gerðum ekki og svo fór þetta bara eins og það fór. Skorum glæsilegt mark, held ég fínt spil hérna í síðari hálfleik og jöfnum og það liði ekki marga mínútur þangað til við gáum annað mark til að færa Valsmenn þessi 3 stiga fyrir silfurfati. Aðeins úti núna, búið að leika núna aðeins í þétt, 3 leikir á stundum tíma, landsleikir framöndan, komið smá þreyta í hópinn? Já, algjörlega, ég sé það á mínum mönnum, bara þreyta í öll lið og við erum líka bara í manneklu skilur, við erum með Fred og Tryggva og Frey, 3 miðjumenn í meiðslum, Magnús Ingi middur og einhverjum fleiri, þannig að þetta er bara, og Már náttúrulega ekki mjög heldur, þannig að þetta tekur á okkur og tekur á öll lið og ég ætla ekki kvart yfir þessu, það er eiginlega að lendi ég sama og við erum bara aðeins áhafnir sérstaklega inn á miðsvæðinu og þurfum að spila með miðvörður núna inn á miðsvæðinu í dag og prófa eitthvað nýtt og það er ekkert sérstaklega á móti Val. Aðeins út í miðslistan, er langt í eins og núna las ég að Fred væri líklegur stutt í hann, hver er staðan á honum? Ég held að menn svona þessi við taldi upp verða flest allir ef ekki allir klárir bara í næsta leik eftir eitthvað 2 vikur, þannig að það er fínt að fá þennan tíman til að sleikja sárin og koma mönnum á lappir og vonandi verða menn bara til tuski þegar það byrjar aftur. Hvernig ætlar að nýta þetta landsleikli? Að gefa þeim frí og lefa þeim aðeins að slappa af og hreinsa hugann og svo komum við bara sterkir aftur og æfum vel fyrir fyrsta leik, gefum okkur viku að æfa vel og reynum að gefa mönnum smá frí loksins þegar við getum það. Takk hérlega.